Við byrjum hérna með Sunnu Dís Málsdóttur og Sigurði Valgeirssyni. 3 bækur. Þeirra fyrst Stóri skjálfti eftir Auði Jónsdóttur. Skáldsaga konu, móður sem fær flog og sko missir minnið, allavega þurrkast sumt úr minninu hennar tímabundið og sagan svona byggð upp í kringum þennan atburð. Já, við hittum Sögu þarna þar sem hún að vakna upp úr þessu flogi. Fyrst, hún flogaveik, en þetta fyrsta sem hún hefur fengið í áratug eða svo. Og svo fylgjum við henni í gegnum þessa ferð þar sem hún að reyna að bara skilja sjálfa sig og ná tengslum við sitt eigið minni. Hún náttúrulega fer heim að jafna sig og fjölskyldan hópast að til að hlúa að henni og passa upp á hana því hún má ekki vera ein. Og svona í gegnum samskipti þeirra fara myndirnar aðeins að púslast saman hjá henni. Og sko fyrst og fremst finnst mér þetta svo snilldarleg leið til að segja svona fjölskyldusögu. Því við kynnumst þarna öllum þessum persónum og Auður ótrúlega flink í að draga upp sko alveg fulla mynd af hverri og einni persónu fyrir sig. Já. Hún segir þarna saga á einum stað að hún sé að spegla sig í fólkinu sínu til að reyna að sjá hver hún en hún speglast alltaf á mismunandi hátt og það svo satt. Því að allir svo margrætt hlutverk í sínum fjölskyldum. Og svo bætist við að hún til þess að pæla svona í minni og því hún man ekki neitt og hvað man maður og maður náttúrulega býr helling til, maður veit það, en trúið í innst inn að maður muni allt rétt. Og mér finnst sko, tek undir, þetta gefur verkinu ákveðna spennu að hún að uppgöta og maður að uppgöta með henni ýmislegt fjölskyldu hennar, þannig að þetta mjög snjöllað fyrir og svo allar þessar persónur alveg frábærlega vel uppdregnar og svo var ég mjög hrifinn af stílnum. Ég finnst sko líkingar rosalega flottar, svona einfaldar og fallegar. Eina mínum uppáhalds, ég vona ég sé ekki að fara mjög rangt með, að hún finnur orðin hlunkast upp í sér eins og þungan þvott í þvottavél. Þetta alveg frábært. Kannast allir við þetta. En þetta rosalega, eins og ég segi, þetta rosalega góð aðferð, byrja einhverju minnisleysi og vera svo að afhjúpa hlutina svona smátt í gegnum það eftir hendurleikum og í gegnum marga persónur. Þetta rosalega sniðug nálgun. Sniðug og heldur manni heldur mér, sko. Ég lifði mig alveg inn í þetta allt saman með Sögu. Og hann alltaf gerist líka því að hún alltaf að maður alltaf uppgötu eitthvað nýtt og hennar líf og hún á erfiðara með að muna sko, það sem sársaukafullt, það man hún verst, þannig að maður grefur og fer dýpra með henni. Og svo sem sagt bara, það hver einasta persóna eiginlega ljóslifandi í hugamanns og hún slæðir ekki feilpúst í því, þannig að þetta bara mjög góð saga. Svo finnst mér hún líka, sko, því í lokin þá fer maður að sjá að þessi stóru flog hennar áttu sér svona ákveðin aðdraganda. Það eru þarna áföll og álag og streita sem að smá sem að skilur að hafði mikið að segja. Og þar hún heldur líka aðeins að sko, skjóta út fyrir flogaveikina því að hún að lýsa þarna veruleika nútíma fjölskyldna bara alveg. Það tekið ýmislegt þar. Og líka, sko, þetta svona að því hún að uppgöta smátt eitt og annað sem hafi gerst og hún að velta þessi, hvernig varði ég svona? Þetta eins og, sko, maður lifir og kannski ber mann af leið eða eitthvað svoleiðis. Og þetta dálítið svona, dálítið skoðun af því, og hana hefur borið að leiða. Hún rosalega flink og sögumæður, hún það ótrúlega velskrifandi og leiðir mann svo vel í gegnum þetta og það sem sko, hún svo góð í að lýsa venjulegu fólki. Alveg. Þú veist að gera venjulegt fólk áhugavert, venjulegt fólk spennandi. Algjörlega, bara ég væri til í að lesa skáldsögu örugglega hverja og eina persónu í þessari bók. Algjörlega, tek undir það.